Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Heimsmyndin virðist breytt og stríð orð sem við tökum okkur æ oftar í munn þessa dagana. En mikilvægi friðarbóðskapar má þó ekki lenda á milli skips og bryggju eins og sum finnst, og ég ætla að ræða það og fleiri mál sem varða varnir, öryggi, hernað, stríð og frið við mann sem í stjórn samtaka hernaðar andstæðinga og sagnfræðingur og okkur mörgum að góðu kunnur næstu mínútur. Stefán Pálsson, vertu velkominn. Takk fyrir. Ég ætla nú bara að byrja þar sem að mér finnst kannski skipta máli að við stígum niður fæti, að mér finnst vera æ fleiri með hverjum deginum núna sem að finnst að það sé svolítið svona stríðsæsingar hamur í íslensku þjóðinni, ráðamenn tali svolítið eintóna. Við erum kannski hætt að kippa okkur upp við fréttir á forsíðu Morgunblaðsins, það sem talað íslenska hermenn í Keflavík og eitthvað svona. Á hvaða leið erum við og hvað skýrir þetta heyrðu? Já, ég held að það sé alveg fullkomlega rétt athugað að svona þær raddir, ég meina við höfum alltaf haft stríðshauka á Íslandi. Við vorum nú hér lengi með Björn Bjarnason sem sérstaklega áhugasama mann þennan málaflokk og hann var bara nánast að viðundri þegar hann fór svo að reifa hugmyndir íslenskan her. Já, það var nefnilega gert grín á hann. Já, það er mjög athyglisvert að spegla kannski viðbrögðin við sambærilegum hugmyndum í dag með það hversu fráleit hugmyndin þótti þegar að Björn fer að reifa þetta. Við sáum líka að við vorum með svona ákveðna embættismenn, við vorum með sérfræðinga inn í utanríkisráðuneytinu sem að voru einmitt miklir stríðshaukar. Albert Jónsson sem að var nú bara lengi einmitt talin helsti hernaðarhaukur landsins en svona í seinni tíð kannski nánast farin að vera friðardúfa eða maður rósendar þegar kemur að þessum málum. Yfir í það að manni sýnist að bara svona áherslur inn í utanríkisþjónustunni hafa færst í þá átt að þar eru menn að gefa þessum svona hernaðar þáttum aukið vægi. Það eru menn sem að gefa sig út til að vera sérfræðingar í þessum málaflokki sem að fá oft mjög mikla og háværa rödd í fjölmiðlum, þó sé ekki endilega kannski ljóst hversu mikið þeir séu að koma með að borðinu. Já. Þannig að þetta mótar að sjálfsögðu umræðuna þegar það eru sífellt að koma menn og tala á þessum nótum, að það sé ábyrgðarleysi að vera ekki í sífellu að hugsa einhver hernaðarmál. Já. Og maður saknar þess svolítið inn á Alþingi að heyra fleiri raddir þar. Við höfum stundum séð tilhneigingu í eina átt og þá kemur stjórnarandstaðan og hún með annað sjónarmið, annað sjónarhorn. Því ekki alveg að skipta núna? Því ekki að skipta núna, vel að merkja. Utanríkismál hafa þeim hefur alltaf verið illa sinnt af stjórnmálastéttinni hér á landi. Kannski segja það að við erum ekki með fjölmennara þing heldur en svo að möguleiki á svona verkaskiptingu frekar svona takmarkaður. Það hefur ekki verið þótt svona til vinsælda fallið hjá pólitíkusum að vera mikið að gefa sig að utanríkismálum. Þeir sem hafa gert það, þeir hafa oft bara einangrast. Þetta hefur oft kannski svona fylgt þeim sem hafa verið á útleið í pólitíkinni, kannski verið að taka síðasta kjörtímabilið. Þannig að fólk til dæmis sem að fer í Evrópuþingið og sem sinnir þar að mörguleyti mjög mikilvægum störfum, það í rauninni bara hverfur úr umræðunni.
það heyri til hreinna undantekninga að utanríkismál séu rædd í sölum Alþingis. Þeim komið þannig fyrir að þau fara fram inni í utanríkismálanefnd sem fyrir... Og þau mál hefur oft ríkt trúnaður? Já, undantekninga lítið. Þetta bara fyrir luktum dyrum og öll umræða þar stimpluð sem trúnaðarmerkt. Þetta er aldrei merkilegt að í sjálfu sér, og það mjög merkilegt við íslenska stjórnskipan, að utanríkisráðherra gefið í rauninni nánast sjálfdæmi í málaflokknum svona óljóst að hve miklu leyti ef nokkru hann þarf að svo mikið sem upplýsa samráðherra sína ákvarðanir og svo eina skyldan sem lögð honum á herðar það að upplýsa utanríkismálanefnd sem þá aftur gert á lokuðum fundi og undir trúnaði sem að þýði það að þetta málaflokkur sem að við í rauninni aftengjum allri pólitískri umræðu. Það eitt og sér slæmt. Síðan bætist það við að við höfðum náttúrulega mun svona öflugari fjölmiðla. Við höfðum prentmiðla sem að lögðu áherslu á að vera með öflugar til dæmis bara erlendar fréttadeildir því að oft höfum þessi málaflokkur fallið frekar undir svona erlendu fréttirnar heldur en það innlendu og ég held að við þurfum ekki að hafa mörg orð það við vitum hversu bág staða íslenskrar fjölmiðlunar þannig að þetta hnígur allt í sömu átt. Við erum með mjög einsleita umfjöllun sem að tekur líka mið af því að sú litla fréttaumfjöllun sem á sér stað þennan málaflokk, hún nánast alfarið fengin úr enskumælandi fjölmiðlum sem að hafa þannig að yfirleitt þetta bandaríska eða breska sjónarhorn. Já, þannig að við erum sammála það að stórar ákvarðanir sem eru teknar utanríkismál hér innanlands þessa dagana, þær hafi minna aðhald en ella. Bara afskaplega lítið og þetta, við sjáum það oftar en ekki og þetta kemur til dæmis þegar kemur að málefnum sem að snúa að hernaðarvígbúnaði og viðveru og aðstöðu sem að NATO eða þá í rauninni Bandaríkjaher hefur haft hér á landi því að þó svo að vissulega hafi herstöðinni verið lokað árið 2006 að þá var aldrei algjörlega skellt í lás menn héldu alltaf ákveðinni fótfestu og það er alltaf merkilegt að fregnir af nýframkvæmdum eða breytingu á tilhögun þegar þær berast til okkar að þá gerist það yfirleitt þannig að þær rata inn í einhverjar fréttir í Bandaríkjunum og það að taka síðan fjölmiðlarnir þetta upp vegna að þá það í tengslum við fjárlagagerð í Bandaríkjunum þá leggur Pentagon fram einhverjar áætlanir og tölur fjárfestingar og þá hrökkva allir við og þá kemur síðan alltaf við ljós að þetta byggist á einhverju samkomulagi sem var gert milli utanríkisráðherra og Bandaríkjamanna árinu fyrr og aldrei var sagt frá hér. Þetta er eins og með Laxness þegar við fengum loks að vita hvað íslensk stjórnvöld höfðu farið illa með hana þá var í gegnum leyniskjöl sem að afleitt var leynd í Bandaríkjunum. Það mega nefnilega Bandaríkjamenn eiga og nú ég ekki kunnur af því að vera að standa á torgum og rósa Bandaríkjunum eða bandaríska samfélagi það að þeir taka því þó allavega mjög alvarlega að þeir aflétta skjalaleynd. Þannig að við höfum trekk í trekk séð það að Bandaríkjamenn hika ekki við að birta 30 ára gamla skýrslur hversu illa sem þær kunna koma við þeirra eigin ráðamenn, hvað þá einhverja íslenska ráðamenn sem að hafa gasbraðið eða bundið hendur okkar í óleyfi. Við skulum gefa þeim það. Gefum þeim það. Þannig að hér nú kannski sagnfræðingurinn meira að tala heldur en friðaraktivistinn. Já. Þá það þessi risa spurning, Stefán. Hefur heimurinn breyst svo mikið að það kalli á nýja stefnu í utanríkismálum
að það kalli á að við víg búumst með einhverjum hætti eða sinnum vörnum okkar með öðrum hætti, að við stofnum her, að við förum að líta á sjálf okkur sem þjóð sem að sogast inn í einhverja nýja hringiðu og verðum að slíta rætur okkar við friðleysi, við friðarbóðskapinn og það sem að við höfum staðið fyrir. Hver þín skoðun á því? Ég myndi segja að því fari fjarri og ég myndi að sé auðveldast að horfa til þess að nú ég nú ekki yngri maður en svo að maður nú eftir kalda stríðinu og það nú til þess að gera fáir áratugir frá því að risaveldin stóðu andspænis hvort öðru og héldu bara heiminum á heljar þröm. Rússland, hvað svo sem segja má það ríki og stjórnarfari þar ekki á nokkurn hátt sambærilegt að styrk og afli andspæni sínum mótherjum heldur en Sovétríkin á sínum tíma. Því bara gjörsamlega ólíku saman að jafna. Engu að síður vorum við ekki hér á tímum kalda stríðsins að velta því fyrir okkur hvernig við ætluðum að stofna einhvern íslenskan her eða hvernig brýnna væri að koma okkur meira inn í einhverja hringiðu atburðana. En þá myndi einhver benda á að munurinn á þeim tíma og núna var að við vorum undir handarjaðri og væng Bandaríkjanna sem við treystum þá til þess að fara með okkar framtíð, en nú það traust horfið. Ég held að það breytir engu hvort að hér sé bandarísk herstöð eða ekki og það breytir því engu hver í Hvíta húsinu. Þá munum við ekki komast fram hjá þeirri staðreynd að Ísland inn á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna. Okay. Það alveg nákvæmlega jafnljóst. Hingað Íslendingar hafa Bandaríkin hafa alltaf ákveðið svona úrslita orð. Hér munum við ekkert hleypa einhverju kínverskri herstöð í að opna í Bakkafirði Þannig að það í sjálfu sér ekki breytt. Og ég hygg svo sem að eins og við Friðarsinnar bentum svo sem alltaf á tímum kalda stríðsins að þar var, herstöð var skotmark. Ástæðan, það var náttúrulega alltaf þessi furðulega hringsönnun að hér væri bandarískur her til þess að geta brugðist við því þegar að Sovétmennirnir myndu varpa sprengju á herstöðina. Þannig að því leyti þá gef ég nú lítið fyrir þessa gömlu varnarblekkingu. Mér finnst til dæmis athyglisvert hins vegar að í þessari nýlegu skýrslu sem var skrifuð öryggismálin á Íslandi og kynnt með miklum lúðrablæstri fyrir fáeinum vikum og enginn hirti að lesa og allir töluðu eins og að niðurstaða þeirra skýrslu væri að hér væri einhver yfirvofandi rússnesk árás eða eitthvað álíka. Skýrslan sagði það berum orðum að það var ekki ágefnið. Hún fjallaði öllsömul hún fjallaði ekki varnir Íslands, hún fjallaði varnir og varnarhagsmuni NATO og hver væri þáttur Íslands í því. Já. Þannig að þá sem nú hefur hernaðarleg staða Íslands alltaf snúist það hvernig hún gagnaðist raunverulegum eða ímynduðum vörnum í Bandaríkjanna fyrst og fremst og í minna mæli annarra NATO-ríkja. Þannig að ég held að bara sem fyrir gildi það að minni hernaðarviðvera, minni þáttaka okkar í þessu alþjóðlega hernaðarkerfi, pólitík sem miðar að því að gera norðurslóðir að lágspennusvæði í staðinn fyrir að setja olíu á eldinn. Þar liggja okkar hagsmunir. Lágspennusvæði, einmitt. Já, það er fallegt orð. Já, mjög gott orð. Ég hef einmitt velt fyrir mér líka bara hvort rödd okkar í friðarboðskap
og af því að það þekkt að smáþjóðir geta haft svolítið vægi í því að tala röddu sem eykur mannúð og ýtir undir sjálfstæði undir okkar ríkja, bætir stöðu hópa og saga okkar Íslendinga þannig að við höfum stundum átt góða spretti í þeim efnum. Ekki trúverðuleiki okkar meiri sem herlaus, friðsöm þjóð lengst norður í Ballarhafi heldur en ef við værum að feta sömu stigu og aðra þjóðir? Ég vil trúa því. Ég held að við séum alltaf hálf hjákátleg sem minnsti stríðshaukur í heimi. Að tala drýgindalega, vera ein rödd í einhverjum ein og aumasta röddin í einhverjum hernaðarkór það ekki merkilegt hlutskipti og skilur lítið eftir sig. Ég held að þar sem að Ísland hefur gert mest gagn í gegnum tíðina einmitt þegar að við höfum náð að stíga fram sem einmitt þetta svona vopnlaust ríki sem að hefur lýðræðis og mannréttinda hefð. Ég held að við megum vera mjög stolt af því þegar að Íslendingar, og það voru nú meðal annars stjórnmálakonur úr kvennalistanum sem áttu þátt í því að Ísland fór að verða dálítið kröftugt afl í því að tala fyrir sjálfstæði Austur-Tímor á sínum tíma sem að gekk í gegn. Við erum fyrsta Vestur-Evrópuríkið til þess að viðurkenna sjálfstæði Palestínu á sínum tíma og hefði nú kannski verið betur að við hefðum haldið áfram að vera öflug rödd á þeim vettvangi. Nú sú Snorrabúð sterkur. Ég verð allavega að segja það er mjög sorglegt í ljósi þess hvaða sögu við gátum sagt. Hafandi verið eitt af vestur-evrópsku NATO-ríkjunum sem hafði mjög snemma stigið þetta skref sem að ég held reyndar að skýrist nú að miklu leyti af bara eljusemi baráttumannsins Sveins Rúnars Haukssonar og það að honum tókst að kveikja áhuga Steingríms Hermannssonar á þessu máli á sínum tíma en gott og vel. Í dag sjáum við hins vegar það að í staðinn fyrir að vera á sömu slóðum og til dæmis Írar sem hafa líka alltaf verið mjög öflugir í að tala fyrir friði í Palestínu og sanngjarnri lausn þeirra mála, að þá virðumst við ætla að fylgja þeirri ordru sem að kemur beint eða óbeint frá evrópsku NATO-ríkjunum að það megi ekki segja of mikið varðandi málefni Palestínu til þess að strjúka ekki stjórnvöldum í Washington öfugt. Og ég held að sé engin tilviljun að við sjáum að Ísland og til dæmis Noregur sem hefur líka átt langa sögu varðandi stuðning við friðsama lausn í Palestínu. Þessi lönd þegja enda innan NATO á meðan að Írland sem stendur utan NATO ber höfuðið hærra og kemur fram með bara kröftuga kröfu frið. Þetta nefnilega mjög áhugavert vegna þess að stundum finnst manni núna þessa dagana að Evrópa sé að vígbúast með það í huga að þeir njóti ekki lengur Bandaríkjanna sem bandamanns, en það samt eins og þú bendir á, það alltaf einhver tónn þarna undir sem hefur meðal annars væntanlega mjög mikil áhrif á limbóið á Gaza og þá viðbjóðslegu slátrun sem átt hefur sér stað án róttækra inngripa Evrópuríkjanna, að það alltaf í hnakkanum á þessum þjóðum að halda Bandaríkjunum góðum. Bara alfarið. Hugmyndin það að hugmyndin einhvers konar NATO án Bandaríkjanna í rauninni fráleitt vegna þess að bara NATO án Bandaríkjanna bara allt önnur skepna. NATO fyrst og fremst bara
pólitísk og hernaðarleg framlenging á bandarískum hagsmunum, bara stærðagráðan í mannafla, í vopnabúnaði, í fjáraustri slík að það bara tómt mál að tala það að menn haldi sínu striki og keyri bara óbreytt hernaðarbandalag án þátttöku Bandaríkjanna. Við sjáum vissulega mjög digurbarkaleg ummæli hjá evrópskum leiðtogum þegar þeir koma saman það að nú ætlir að girða sig í brók og loksins að fara að eyða almennilegum fjárhæðum til hernaðarmála. Veruleikinn eins og sá, við höfum séð þetta áður og Evrópa hefur aldrei verið reiðubúin til þess að steypa þeim fjármunum í hernaðarhítina sem að Bandaríkin eru vegna þess að þeir hafa allt aðra samfélagsgerð. Í Evrópu þá viljum við viljum menntakerfi, við viljum félagslegt kerfi, við viljum heilbrigðiskerfi og það að fara að setja þessar svímandi upphæðir sem hluta þjóðarframleiðslu sem að menn eru að lofa. Ég meina áform yfirlýsingar Íslendinga, yfirlýsingar íslenskra stjórnvalda það hvað þau ætla að setja mikið í varnar og öryggismál sem þó yrði lítilræði með að við aðrar Evrópuþjóðir, það jafngildi því að við værum að byggja eitt stykki nýjan landspítala hvert ár. Og það engin pólitískur stuðningur við þetta meðal almennings, leyfi ég mér að fullyrða. Ef að menn myndu standa við þetta hér eða í Evrópu, þá værum við að fara að sjá allt aðra samfélagsgerð og í rauninni miklu vísari leið til þess að spila málin upp í hendurnar á popúlískum öflum og þeim öfgaöflum sem að menn eru þó orði kveðnu að segjast vilja standa gegn. Já. Þú nefnilega getur ekki bæði aukið framlög til öryggisvarnar og hermála og sama tíma haldið gæðum velferðarkerfisins og innviða. Það en hér hafa sumir stjórnmálamenn verið að segja okkur að það sé einmitt hægt. Við getum dulbúið þetta sem einhverjar samgöngu framkvæmdir og eitthvað svoleiðis og svo framvegis. Það þá líka bara stælar. Ef að við ætlum ég hef engar patentlausnir á hvernig stríð í Úkraínu muni vinnast, en ég get lofa mönnum því að það mun ekki gerast með því að falsa bókhaldslykla. Það mun ekki breytast með því að við skilgreinum einhver viðhalda á einhverjum brúm sem varnarmál. Ég meina, það er svipað og þegar menn ætla að reyna að tækla loftslagsvandann með því að falsa losunarbókhaldið. Þannig að en það sem við sjáum samt líka, ég meina, þetta strax farið að hafa alvarlegar afleiðingar. Vestur-Evrópuríki sem að vissulega eru að auka framlög sín til hernaðarmála, hvað það fyrsta sem að fer undir hnífinn? Það stuðningur við þróunaraðstoð. Það stuðningur við þennan fátæku þjóðir í þriðja heiminum sem að aftur eykur misréttið, eykur vandamálin þar, sem að eykur þá líka flóttamannastrauminn til Evrópu og hringrásin heldur áfram. Hvað liggur undir því að sumir afgreiða bara umræðina sem tveir brjálaði menn, þetta eru miklu fleiri, en sem sagt, margir segja, já, Trump bara klikkaður, Putin bara klikkaður. Það gerist eitthvað áður en þessir menn komast til valda og áður en þeir gera það sem þeir gera. Við vitum að það aukin einstaklingshyggja í heiminum sem hefur verið langt skeið. Það má segja trú á miðlæg kerfi og svona sumt í kollektífu eða alþjóðlegu tilliti hafi vikið. Ég veit að þú ert sagnfræðingur en ekki félagsfræðingur eða heimspekingur eða eitthvað svoleiðis, en getur þú eitthvað komið inn í það? Hvað hefur gert á undan? Einstaklingar skipta alltaf máli í sögunni. Ég held hins vegar að þegar kemur að
svona stórum geopolítiskum málum, utanríkismálum, þá sé vægi einstaklingsins mun minna. Við sjáum það til dæmis mjög oft ef við fylgjumst með nú komin nokkur reynsla á Trump sem forseta í Bandaríkjunum að hans stjórnartíð einkennist af náttúrulega miklum upprópunum og hann boðar kúvendingar hikstalaust, en þegar kemur að framkvæmdu utanríkisstefnunnar að þá utanríkispólitík Bandaríkjanna olíuflutningaskip. Hún snýr ofboðslega hægt. Það eru ekki þessi stórkostlegu skil við það hvort að repúblikanar eða demókratar eru í Hvíta húsinu. Margt af því sem að Trump innleiddi á sínum tíma og heimurinn tók andköf yfir. Biden gerði ekkert til þess að snúa því til baka. Tökum sem dæmi að á fyrra kjörtímabili Trumps, þegar hann stígur þetta skref og menn bara taka andköf hér á Vesturlöndum að færa bandaríska sendiráðið frá Tel Aviv til Jerúsalem og fara að gefa Jerúsalem í rauninni status sem höfuðborg Ísraelsríkis, sem var bara óskadraumur Netanyahu og síónistana þar. Það var ekki trúblað við þessu þegar að Biden kom til valda, og ef einhvað að þá var náttúrulega ábyrgð Biden stjórnarinnar á því sem að gerðist síðan, hvernig Ísraels stjórn var gefin laus taumurinn. Við sjáum engan stórkostlegan mun á Kínapólitík Bandaríkjanna, hvort sem að það er Trump eða Biden við stjórnvöldin. Það eru stærri, meira seigfljótandi hagsmunir sem eru þar að baki. Á sama hátt held ég að í Austurvegi, þegar þá hef ég voðalega litla trú á því sem einhverji stórri orsakaskýringu að einn maður sé sturlaður og haldi öllum í heljar greipum. Mjög óskhyggju blandnar fréttir sem við höfum séð í mörg ár. þá er alltaf birta fréttir af slæmu heilsufari Pútín. Ég veit ekki hvað hann hefur átt að vera með marga bannvæna sjúkdóma í gegnum tíðina, en alltaf tórir hann enn. Og svo saga núna mikið spunnin í kringu Trump líka. Já, á meðan að ég hygg að og sýnist að stór hluti af gagnrýninni á Pútín heima fyrir sé sú að hann sé ekki nógu harður, að hann sé að spila þetta of fair þarna í Úkraínu og ég bara að beita meira afli. Það hljómar furðulega fyrir okkur, en það sem náttúrulega gerist leið og samfélög eru komin í styrjöld. Þegar þú ert komin í stríð og byssukúlurnar farnar að fljúga, að þá á sér stað þessi afmennskun á andstæðingnum, og þá færðu ótrúlegasta fólk til þess að bara kalla eftir því að það þurfi fulla hörku. Ég meina, við sjáum það til dæmis við þurfum bara að horfa til Ísraels, þar sem að í rauninni eftir því sem að hernaður Ísraela heldur lengur áfram, og eftir því sem að augljósara má vera hvað hann er blóðugur og gerir engan greinamun á því hverjir eru sprengtir, að þá verða viðbrögðin þau að meðal almennings í Ísrael þá eykst stuðningurinn við harðari aðgerðir. Þetta gerist í hverju stríðin á fætur öðru, og það er ekkert sem að koma okkur á óvart við að það sé að gerast í Úkraínu styrjöldinni. Nei. Og ótti og óvissa geta verið tæki sem magna upp viðbrögð og fá okkur til þess að hegða okkur einhvern veginn öðruvísi en við ættum að gera. Mette Frederiksen, hún sagði á dögunum Danir eiga í stríði, það var út af einhverjum drónum. Mér fannst það ekki góð yfirlýsing. Ég sé ekki Danir séu komnir í stríð.
þótt að hafi verið einhverjir drónar sem enginn veit en þá nákvæmlega hvaðan komu. Svo eru hér íslenskir ráðamenn sem að svona virðast bara langa til að yfirfæra stórorð hingað heim til Íslands. Það talað að við þurfum að nú að sýna samstöðu, við þurfum að vera þjóða meðal þjóða, það eitt frasinn og eitthvað svona. Og það þessi orðræða að við getum bara yfirgefið smáþjóðarhlutverkið og þetta friðarhlutverk og þurfum að hendast á annan vagn. Einmitt að því að þú nefnir Mette Frederiksen og nú kannski tek ég áhættu á að vera í mótsögn við sjálfa mig hérna fyrir fáeinum mínútum þar sem við vorum að ræða hérna mikilvægi eða þátt einstakra stjórnmálamanna en maður tók einmitt eftir því að bara strax snemma á hennar ferli sem forsætisráðherra í Danmörkur og það var við allt aðrar aðstæður í alþjóðamálum þá fór hún að leggja sterka áherslu á tengsl við hernað, við herinn hún mætti í viðtöl bara í gallanum sko sitjandi í í flugstjórasætinu á orrustu flugvélum og þar fram eftir götunum áherslan á að pósa við hliðina á yfirmönnum hersins sem var mjög úr karakter fyrir skandinavískan forsætisráðherra. Forverar hennar í embætti við sambærilegar aðstæður hefðu alltaf bara verið borgaralega klæddir í jakkafötunum sem sagt það að klæða sig í hernaðar múndirikona, það voru alltaf mjög skörp skil á milli stjórnmálamanna og fulltrúa hersins. Þetta fór að mást út í hennar stjórnartíð. Við sáum kollega hennar í Finnlandi gera dálítið slíkt sama kannski þetta fjórða eða fimmta kynslóð feminismans, ég veit það ekki en mér hugnast það ekki sérstaklega vel að það séu sko ungar konur sem að mörgu leyti séu svona að leiða hervæðingu norrænna stjórnmála en það hefur bara verið raunin á síðustu árum. Hér eru ungar og miðaldra konur. Já. Í þessum sama ham að einhverju leyti og fá ekkert aðhald. Það engin að gagnrýna það. Og myndi mér sko hugnast nú þá mun betur ef að ef að Evrópusinnin Þorgerður Katrín ákveði nú frekar að verja sínum utanríkisráðherra ferli í það að vinna þá að sínu baráttumáli, hvað sem mann finnst það að reyna að koma á Íslandi inn í Evrópusambandið, frekar heldur en að setja orkuna í það að reyna að binda okkur saman við einhvert hernaðarsamstarf og maður sér eiginlega svona hlaupið upp til handa og fóta. Mér fannst það bara dálítið sláandi þegar við sáum hérna fyrir bara fyrir rúmri viku að eitt stykki flugfélag fer á hausinn, 100 manna missa vinnuna, líkur á talsverðum afleitum áhrifum af því gjaldþroti fyrir ýmsar atvinnugreinar, fjöldinn allur af Íslendingum strandaglópar í útlöndum. Einhvern tímann hefði nú kannski verið kallað til skyndifundar í ríkisstjórn eða einhverjar ráðherranefndar vegna þessa. Það var ekki gert, hins vegar var haldinn þjóðaröryggisráðsfundur vegna þess að það hefðu sést drónar við norskan flugvöll. Mér finnst það sérkennileg forgangsröðun og ég held ég sé ekki einn. Þó svo að ég geri mig grein fyrir því að þessi sjónarmið sem ég að viðra hér í þessu viðtali, þau ekkert greiðan aðgang inn í fjölmiðla, þið heyrið ekkert í mörgum hernaðarandstæðingum vera að tjá sig þessi málefni. Ég held samt sem áður að það sé bara mjög mörgum pínlítið misboðið og margir sem setja bara spurningamerki við það hvort að við séum á réttri leið. Já, ég hitti framsóknarmann á dögunum
Hann sagði mér að hann hefði heyrt þína rödd í fjölmiðlum og bleik væri brugðið að hann væri orðinn sammála þér og saknaði þess að heyri ekki fleiri raddir. Við vorum aðeins að ræða fjölmiðlana á hann. Þeir rata einsleitastigu í þessu. Alþingi, af því þú nefndir þjóðaröryggis fundin, stjórnarandstaðan, sjálfstæðisflokkurinn, Gulli og Guðrún, þau voru bæði búin að brýna Kristrúnu að halda hann á fund. Og fyrst held ég að hún hafi aðeins sagt við skulum sjá, en svo heyrðist að kannski hefðu einhverjir drónar verið líka nálægt Keflavíkurflugvelli og samt þá var eins og maður festir ekki alveg hald á fréttaflutningnum. Og hvað Og hvað? Og svo náttúrulega auðvitað annað sem gerist að það er annað hver maður með dróna og það eru sérstakar drónaverslanir starfræktar í bænum og það getur ekki verið fótboltaleikur eða brúðkaup án þess að einhver sem mættur með drónamyndavél. Þannig að sjálfsögðu leið og byrjaði að flytja fréttir af því að menn eigi að vera á útkíki eftir drónum, þá munum menn sjá dróna. En þannig að það ekkert sem að kemur á óvart. En þetta og ég held nú reyndar að það sé nú viðbúið að menn munu nú verða svona pínlítið vandræðalegir með þetta fár þegar að frá líður. Rifjaðist nú upp fyrir mér að því að einmitt þetta bara heldur þetta sé tímabundið ástand? Það verða áframhaldandi uppþótt en þau verða líklega út af einhverju öðru en það er nú bara atvinnukvilli sagnfræðingsins að rifja upp gamla hluti. Við munum nú eftir því fyrst eftir hryðjuverkin 11. september þá fóru líka berast fregnir af því að það hefðu borist torkennileg bréf með einhverjum hvítu dufti og grunnur miltisbrands eitranir sem að hefðu ratað inn á einhverjar opinberar stofnanir í Bandaríkjunum. Niðurstaðan var svona viku 10 daga tímabil þar sem að við fengum stöðugar fréttir af því að torkennilegt bréf hefði fundist í Landsbankanum í Bankastræti og eiturefnadeildin var kölluð út og svo var þetta farið að sjást í heimahúsum og svo fljótlega náttúrulega bara sáu menn að sér og bara steinglimtu þessu miltisbrandsfárinu mikla 2001. En þetta í sjálfu sér það er hægt að hlæja þessu en þetta er náttúrulega líka háalvarlegt mál vegna þess að það er alið á óttan, það er slegið upp fréttunum af því að það sé eitthvað grunnsamlegt eða það sé eitthvað torkennilegt. Leiðréttingin kemur síðan í 3 línum á innsíðu mörgum dögum síðar og enginn tekur eftir því. Já, og þótt hænuskref séu kannski bara hænuskref ef þau miða öll í eina átt þá gæti hér orðið bara grundvallar breyting á íslensku samfélagi sem mér finnst núna síðustu daga að það sé aðeins að kvikna meðvitund að sé nú kannski ekkert rosalega góð hugmynd en fyrir nokkrum vikum þá leið mér bara eins og að við værum öll að sogast inn á einhvern vagn. Ég held að hlutverk góðra stjórnmála leiðtoga á stundum sem þessum er að vera maðurinn í herberginu sem heldur rósinni. Ekki að hlaupa á eftir fyrsta heimsenda spámanninum og grípa til hræðsluáráðsins. Það finnst mér vera táknum leiðtoga að geta frekar sagt fólki að anda nú aðeins sofan í kviðin og bíða eftir því að einhverjar upplýsingar liggi fyrir. En það er ekki mjög í tísku þessa dagana. Nei. En Stefán, það er búið að vera fróðlegt og ánægjulegt að spjalla við þig. Kæra þakki fyrir komuna. Alltaf gaman að koma.
Og ég ætla bara að minna á það að hlutverk fjölmiðla, varðhundshlutverkið, svokallaða eftirlits- og aðhaldshlutverkið er að ekki síst gagnrýna allar gjörðir stjórnvalda, veita þeim aðhald. Það mætti nú kannski bera meir á því í þessum málum er mín persónulega skoðun. En við höldum áfram með dagskrá Rauða borðsins ekki fara langt. Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.